Sunnudaginn 24. september lenti sýnasöfnunarhylki OSIRIS-REx leiðangurs NASA í eyðimörkinni Utah í Bandaríkjunum eftir 7 ára ferðalag sólkerfið okkar. Borð eru dýrmæt sýni og smástirni sem kallast Bennu. En hvað svona merkilegt við það? Árið 2020 sótti OSIRIS-REx sýni af smástirni sem kallast Bennu og á stærð við fjallið Keili á Reykjanesskaga. Bennu jarðnándar smástirni sem þýðir að það kemur reglulega óþægilega nálægt jörðinni og gæti í mjög fjarlægri framtíð rekist á hana. Ef hætta væri á árekstri vildum við vita hvernig við gætum bægt hættunni frá og ýtt smástirninu burt. En til þess þurfum við að vita úr hverju smástirnið og hvernig það uppbyggt. Sýnin sem OSIRIS-REx safnaði hjálpa okkur að svara því. Smástirni eru líka elsta efnið í sólkerfinu okkar. Þau eru leifar af byggingarefnunum sem reikistjörnurnar urðu til úr. Þau hafa ekkert breyst í 4500 milljónir ára og eru þess vegna eins konar tímahylki sem varðveita sögu sólkerfisins. Í þeim eru málmar, lífræn efni og vatn sem hjálpa okkur að skilja hvernig reikistjörnurnar urðu til, jörðin þar á meðal og hvernig vatn og lífræn efni komust hingað. Smástirni hjálpa okkur því að svara spurningum uppruna jarðarinnar og lífsins. Eftir lendingu kepptist vísindafólk við að ná til hylkisins eins fljótt og hægt var til að koma í veg fyrir að sýnin menguðust. Í hylkinu eru 250 grömm af litlum steinum og ryki frá Bennu sem segja ótrúlega sögu. Sögu sem vísindafólk mun verja næstu árum og áratugum í að lesa með hjálp bestu vísindatækja í heiminum. Við hlökkum auðvitað mikið til að heyra hvað Bennu hefur að segja.